Komið þið sæl. Nú ætlum við aðeins að fara að vinna meira með prósentur og fá dæmi í líkingu við það sem núna á skjánum. Að reikna út hvað 12 mörg prósent af 38 til dæmis. Og það sem ég nota oft nokkurs konar prósentu þríhyrningur sem að þið sjáu hérna á skjánum. En það ágætt að hafa í huga að í flestum eða öllum tilvikum þegar við erum að reikna með prósentur og þá eru prósenturnar skráðar sem tugabrót. Og þess vegna voruð að æfa ykkur í því núna fyrr í kaflanum. Þannig ef við til dæmis erum að vinna með 25% þá myndum við skrá það inn í vasareiknin sem 0,25. Og það munið þið breytið úr prósent í tugabrót með að deila með 100 og því prósent er af 100. En ef þið kunnið þennan þríðning sem núna í bleika kassanum og ef þið kunnið að nota hann líka þá komist þið ansi langt í prósentu reikningi. Ég ætla að byrja á að segja ykkur að setja á pásu, skrá þennan þríhyrning í bókinni hjá ykkur og síðan ætla að fara yfir það saman hvernig við notum hann. En við höldum það áfram og hér þríhyrningurinn ásamt dæmi sem lítur svona út. Spurt hve mörg prósent eru 26 af 200? Og það eru margar leiðir til að leysa þetta dæmi og kannski einhverjar sem eru einfaldari en þær sem ég sýni hér. En leiðin sem ég sýni hérna hefur þann kost að hún virkar bara nánast alltaf. Hún er voðalega þægilega að kunna þessa leið, þá getur maður notað hana í ólíkum dæmum. En þessi þríhyrningur sem ég sýni ykkur, hann gengur út á það að ef maður ætlar að finna eitthvað og þá setur maður puttan eða miða eða strókliður eða eitthvað yfir það sem maður ætlar að finna. Þannig í þessu dæmi hafa spurt hve mörg prósent, þannig að við þurfum að finna prósentunni hérna í þríhyrningnum. Og það sem við gerum þá að setja eitthvað yfir prósentuna og þá sjáum við hvað við eigum að gera við restina. Við höfum þá hluta fyrir ofan strik, eða teljara. Og við skoðum þetta hér, þá er í rauninni að deila með heildinni. Og þá er spurning hvað þetta hluti og hvað þetta heild. Og hér sjáum við að 26 og það einhver hluti af þessari tölu hérna. Og við eigum að finna hversu stór hluti. Þannig að 26 er það sem kallast hlutin, 200 það sem við myndum kalla heildina og ef við setjum þetta inn í vasareiknin 26 deilt með 200 og þá kemur út 0,13 og þeir eru búin að æfa ykkur í því að breyta úr tugabróti yfir í prósentur þannig við þurfum að margfalda með 100 og 0,13 jafngildir þá 13%. Við skulum taka annað dæmi. Hér er spurt hve mörg prósent eru til dæmis 91 króna af 325 krónum. Og þá er ágætt að byrja að rissa upp prósentu þríhyrninginn sem leit svona út, hluti og heild og það sinnum prósenta. Og hér er tala 91, þetta er einhver hluti af þessari heild hérna. Og við eigum að finna hversu mörg prósent þetta, hversu stór þessi hluti. Þannig við erum eins og áður að finna prósentuna hér og þá stendur taktu hlutan og deildu með heildinni. Í okkar tilviki myndum við þá taka hlutan 91 króna og deila með heildarkrónufjöldunum sem er 325. Og það eru 0,28. Og með því að margfalda með 100 þá get ég skráð þetta sem prósentu. Þetta þýðir sem sagt 28%. Tökum eitt dæmi til viðbótar, bara til að festa þetta í kollinum. Hvort sem við erum með krónur eða ljósaperur eða eitthvað sem eru bara tölur, þá er aðferðin svo sama. Hér þetta komið inn í svona orðadæmi og við þurfum að lesa út úr því. Ekkert rosalega flókið samt. En það verður að spyrja hversu mörg prósent af ljósaperjum í kassa eru ónýtar. Þannig við getum aftur hugsað okkur prósentu þríhyrninginn. Það var hluti, hérna fyrir ofanstrik og fyrir neðanstrik var heild sinnum prósenta. Aftur erum við að finna prósentuna. Þannig við tökum hluta og deilum með heildinni. Sá hluti af ljósaperjum sem var ónýtur. Það var 21 pera
af heildinni, allt í allt voru 175 ljósaperur í kassanum. Og með aðstoð vasareiknis þá sjáum við að þetta er 0,12 og það þýðir 12%. Og til að svara spurningunni þá eru 12% af ljósaperunum ónýtar. En nú skulum við æfa ykkur í að nota þessa reglu. Takk fyrir mig.